Í þessu sýndæmi ætlum við að finna hver leysni AgCl er í grömmum per lítra við 80°C. Ef ég veit að leysnimarkveldi AgCl er 1,559 sem 10⁻10 við 25°C og hvarfvarminn fyrir leysnina er 65,43 kJ per mól. Fyrsta skrefið í þessu er að finna þá KSP-gildið fyrir leysnina við sem sé 80°C og til að gera það nýta okkur þessa hérjöfnu þar sem ln af K2 yfir K1 er jafnt á mínus delta RH deilt með R sinnum 1 yfir T2 mínus 1 yfir T1. Svona. Og við vitum núna að ln af K2 yfir K1 er þá jafnt á mínus 65.430 deilt með 8,314. Þetta eru þá joule per mól og þetta hérna þá joule per mól kelvin og það þá margfaldað með 1 yfir 353 kelvin mínus 1 yfir 298 kelvin. Það sem þetta þá 80 gráður, þetta 25 gráður. Og þá fæ ég út af þessu 4,1147 og takk eftir því að þetta hér er einingaleg stærð þar sem hér er ég með kelvin og sinnum 1 yfir kelvin, þannig að það styttist allt út. Næsta skref er þá að losa mig við ln hérna og ég gera það þannig með að hefja þetta upp í veldi af báðum megin á þennan máta og K2 er það einfaldlega jafnt á K1 sinnum í veldinu 4,1147 en það gæfi með 9,55 sinnum 10⁻9. Þá er komið KSP-gildið og þá er að leysnin sjálf. Þá sé ég AgCl á föstu formi, klofnar annars vegar Ag plus og hins vegar Cl mínus Aq. Og það þýðir það að ef að eitthvað x magn af AgCl leysist upp, þá myndast jafn mikið magn af silfri og klór. Þannig að mólmagnið af AgCl sem leysist upp er það sama mólmagn af Ag plus og Cl mínus í lausninni. Og KSP-jafna mín er einfaldlega styrkurinn af Ag plus styrkurinn af Cl mínus sem er 9,55 sinnum 10⁻9. Það sem ég er að gera þetta við núna við 80°C. Ég setji x inn fyrir þetta, þannig að x í öðru er jafnt á 9,55 sinnum 10⁻9 og x er það jafnt á rótin að 9,55 sinnum 10⁻9 sem gefur mér þá 9,77 sinnum 10⁻5. Leysni AgCl er þá jafnt á 9,77 sinnum 10⁻5 m. Þar sem að x mitt er 9,77 sinnum 10⁻5 m og það er þá magnið af AgCl sem að næra að leysast upp. Til að finna þessa leysni þá í grömmum þá þarf ég að margfalda þessa leysni með mólmassanum af AgCl og mólmassinn fyrir AgCl er jafnt á 143,3 grömm á mól og leysnin þá í grömmum er jafnt á 9,77 sem 10⁻5 sinnum 143,3 grömm á mól og það gefur mig þá 14,01 milligramm per lítra sem er þá lokasvarið.